Sæl aftur, hún sest hjá mér Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomin Helga. Takk. Þú ert að láta af störfum á næstunni og ert búin að vera í, tæp 5 ár í þessu á náttúrulega alveg ótrúlegu vaxtarskeiði hjá þessari grein. Verið bara drifvöxtur, drifkraftur hagvaxtar hjá okkur og svona komið okkur upp úr kreppunni eins og heitir. Mér langar að spyrja þig svona bara, þú lítur aðeins aftur öxl, hvað stendur upp úr frá þessum tíma sem hlýtur að hafa verið dálítið magnaður? Já, það er alveg rétt. Þetta er náttúrulega búin að vera mjög áhugaverðir tímar, svo vægt sér til orða tekið. En það sem ég held og gleymist oft í umræðunni í raun og veru hvað hefur gengið svakalega vel og hvað okkur hefur tekist vel upp að taka á móti þessum ferðamönnum og í raun og veru þá að ná út úr þessari atvinnugrein eins og raun ber vitni. Ég meina frá árinu 2010, þú nefnir það, þá hefur ferðaþjónustan verið, 50% hagvexti þjóðarinnar hefur komið út af ferðaþjónustunni. Þannig að þú veist, í stóru myndinni bara stórkostlegir tímar og okkur hefur gengið alveg svakalega vel. Auðvitað hafa verið áskoranir, svo sannarlega, og það hefur verið mikið til umfjöllunar og eru áfram áskoranir, en ég held svona í stóru myndinni að þá eru menn svona búin að læra meira inn á þessa atvinnugrein og menn eru farnir í auknum mæli að taka þessa atvinnugrein alvarlega. Hún er farin að skipta sköpum og mér finnst sérstaklega kannski í gegnum það samstarf sem að við höfum átt núna síðustu ár í gegnum stjórnstöð ferðamála. Þar sem ekki aðeins ráðherra ferðamála er að tala eða axla ábyrgð á málaflokknum, heldur líka hinir ráðherrarnir sem að skipta sköpum hvað varðar framtíðar uppbyggingu greinarinnar, svo sem samgönguráðherra, umhverfisráðherra og svo auðvitað fjármálaráðherra, að menn komi þar saman og svona fjalli og taki ákvarðanir gagnvart greininni á þeim vettvangi ásamt þá greininni sem er líka þá að taka ábyrgð og sveitarfélögunum. Já. Og þér finnst þetta í rauninni hafa, það er oft í umræðinni einhvern veginn að þetta hafi eðlilega kannski, þú nefndir 2010, ég meina það voru 500.000 held ég ferðamenn sem komu hingað árið 2010, núna 8 árum seinna er þetta rúmar 2 milljónir, þetta er alveg ótrúlegar tölur. Finnst þér samstarfi stjórnvöld á þessum tíma hafa gengið vel? Finnst þér að hafa brugðist einhvern veginn átta sig á hvað þetta væri að gerast hratt og mikið nægilega eða hefur það verið erfitt í gegnum þennan tíma? Já, ég get alveg viðurkennt það að mér finnst svona að hafa tekið óþarflega langan tíma einhvern veginn að menn svona vakna upp og átti sig á að þetta er alvöru atvinnugrein, hún skiptir sköpum og hún er komin til að vera. Og ennþá erum við svona að reyna oft kannski svolítið að sanna okkur eða að tryggja það við séum tekin alvarlega. Ég meina bara til að mynda talnagögn gagnvart greininni er algjörlega óásættanlegt og það er aðeins tæplega milli 1 og 2% af því fjármagni sem veitt er til rannsókn og atvinnuvegum veitt í þessa atvinnugrein sem er í mestum vexti og skiptir mestum sköpum í dag og skiptir hvað mestu máli að séu réttar ákvarðanir teknar til framtíðar. Þú veist, það er ýmsir svona þættir og svo auðvitað varðandi þessu innviða uppbyggingu, hvort sem það sé þá bara svona laga rammin í kringu greinina, umhverfismálin og svo auðvitað líka félagslegi þátturinn sem skiptir ekki síðumáli. Að það skiptir auðvitað óbúslega miklu máli að stjórnvöld ná að horfa heildstætt á þessa þætti og taka heildstæða ákvörðun. Það gengur ekki að það sé einn ráðherra sem talar fyrir einu, svo er kannski einhver stofnun að gera annað og svo framvegis af því að auðvitað það sem er flókið við greinina er að hún er fjölþætt og hún svona einhvern veginn liggur svona yfir öllu stjórnkerfinu en við verðum einhvern veginn að ná að aðlaga stjórnkerfið þannig að við tryggjum skilvirkar og réttar ákvarðanir til framtíðar fyrir þessa atvinnugrein. Mér langar að það er auðvitað erfitt fyrir þig að svona taka þér lobbyista gleraugun en mér langar að tala þessu skattheimtuna og svona hvernig hægt er að ná bara sanngjörnum fjármunum af þessum stórnotendum á okkur einuðum sem eru ferðamennirnir. Ég meina á sínum tíma kom upp umræðum náttúrupassan, það náði ekki í gegn, vaskurinn síðast, allir bara miklu fjaðrafóki. Nú er verið að tala komugjöld og gistináttagjald, skatturinn náttúrulega verið umdeildur líka. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að gera þetta þannig að það séu allir sáttir? Þetta er einmitt svo áhugavert. Þú segir hvernig er hægt að ná sanngjörnum tekjum af ferðamannum.
þá er svo mikilvægt að byrja á því kannski átta sig á því hvað er ríkið og sveitarfélögin að hafa af greininni í dag. Er hún nú þegar mögulega að fá sanngjarna tekjur? Og það hefur verið rýnt núna í fyrsta sinn í gegnum stjórnstöð ferðamála og það var Capacent sem tók að sér það rýni og það átti við reyndar árið 2015 og þá voru menn að áætla það að væri 40 milljarðar sem ríkið og sveitarfélögin væri að fá beint og nettó, þar að segja að það væri búið að taka út það sem að ríki og sveitarfélög að leggja til og við höfum uppreiknað það á okkar vettvangi og áætlum að þetta sé 65 milljarðar á síðasta ári. Þarna er búið að netta vaskinn líka og ef við ætlum að taka þann virðisaukaskatt sem greinin er sannarlega nú þegar að greiða þá eru það 50 milljarðar brúttó. Þannig að sko greinin er svo sannarlega að skila gífurlegum tekjum í ríkissjóð og enda sjáum við það bara á öllu saman. Við sjáum það líka gagnvart sveitarfélögunum. Nú eru þau í auknum mæli að skila jákvæðri afkomu út af auknu útsvari og svo framvegis. Þannig að sko það er bara svo mikilvægt og við teljum mikilvægt að þessi umræða, henni sé líka haldið á lofti. En á sama tíma og það sem ég held að umræðan kannski hafi fyrst og síðast snúist gagnvart almenningi og svona hvað varðar þessi félagslegu þolmörk, að það sé verið að kalla eftir að það sé eitthvað gjald sem menn horfi til að sé bara eyrnamerkt og voðalega sérstakt ferðamannagjald. Menn einhvern veginn líður betur með að sjá eitthvað slíkt frekar en þessi óbeinu skattur út allt, virðisaukaskatturinn og svo framvegis. Og þess vegna höfum við reynt að gera okkur gildandi og vilja taka ábyrgð í þeirri umræðu og við einmitt á síðum tíma töluðum fyrir til að mynda gistináttargjaldi en þó gegn því að það væri þá hógvært og að það væri tryggt að það væri þá skemmtiferðaskipin og húsbílarnir og allir að væri tryggt að væri allir að greiða. Nú setjum við upp með það að það er búið að þrefalda það gjald og við erum að horfa til þess að við erum með Airbnb, þar að segja íbúða gistinguna sem að mörguleiti er frábær hugmynd og konsept og hefur bjargað okkur. En við erum að horfa til þess að þeim vex ásmegin og því miður er aðeins lítill hluti af því kerfi sem skilar sköttum og skildum. Þannig að ef við myndum bara horfa til þess að tryggja það að þessir aðilar skiluðu því sem þeim ber, þá væri við strax komum með viðbótar milljarða í ríkiskassan. En það er alltaf einhvern veginn verið að horfa til nýrra gjaldheimtu aðferða sem við erum tilbúin að skoða þetta allt en við teljum mjög mikilvægt að þetta sé skoða heildrænt og hvað sé í húi. Svo má heldur ekki gleyma því að menn horfa til þess að jú það er búið að vera mikil fjölgun ferðamanna en hverju hefur það kannski skilað og er það mæli hvernig sem á að taka allar ákvarðanir út frá. Eitt er fjöldin, hitt er meðal dvalarlengd, hvað er hver ferðamaður að dvelja lengi. Annað er hvað er hann að neyta, hversu miklu fjármunum er hann að neyta og við erum að sjá að þetta hefur farið niður. Þannig að sko við verðum að horfa á þetta heildrænt og að því ég var að tala fjölda ferðamanna að þá verðum við líka, við getum ekki gefið okkur það að allir sem koma til landsins, erlendir aðilar, sé að koma hér sem ferðamenn. Við sáum það til dæmis í desembertölunum áhugavert að þá fjölgaði mikið Pólverjum og það varð frétt hér að það væri mikil aukning af ferðamönnum frá Póllandi. En eins og við vitum talningin á sér stað við brottfararhlið og væntanlega var þetta erlent vinnuafl að fara heim í jólafrí. Þannig að sko það er svo erfitt að fara að taka alltaf þessar stóru ákvarðanir, byggðar meira og minna á tilfinningum í staðin fyrir á talnagögnum sem við verðum að byrja að vinna betur og fá svona frekari og svona nákvæmari greiningu á greininni sjálfri og líka á fyrirtækjum. Auðvitað það líka að horfa á hversu burðug eru þau til að taka á sig frekari gjaldheimtu. Mér langar aðeins að áður en ég sleppi þér með gjaldheimtuna, þú talaði um svona félagslegu þolmörkin að þá náttúrulega kom út skýrsla núna fyrir skömmu um svona umhverfis þolmörkin og það var nú svona eðli málsins samkvæmt misjafnt eftir því hvert er litið landið og náttúrulega bara fullyrt að við værum mjög víða komin að þolmörkum, sérstaklega á Suðurlandinu. Eru þið með eitthvað svona stefnu þegar kemur að þessu að þarna sé til dæmis hægt að aðgangsstýra með gjöldum eða eitthvað slíkt eða er eitthvað samstað þetta innan samtakana hvernig eigi að haga þessum málum eða dreifa ferðamönnunum með öðrum hætti til þess að létta á ákveðnum stöðum? Já. Það er alveg rétt og við fögnum slíkum skýrslum. Það þarf auðvitað og við höfum talað fyrir því að þessi skýrari stefna í raun og veru hvernig ferðaþjónustu landi viljum við byggja upp. Hvar viljum við hafa fullt af ferðamönnum? Hvar viljum við kannski bara hafa fáa ferðamenn og hvar viljum við bara alls ekki hafa ferðamenn? Og hvernig ætlum við þá að álagsstýra?
Við höfum talað það til þess að taka með ábyrgum hætti mitt þátt í þessari bæði gjaldheimtu umræðu og uppbyggingar umræðu, talað bílastæðagjöld. Þú veist, þau eru komin svona einhvers staðar, hist og her. Já, en til uppbyggingar, en á sama tíma þá aftur þar vantar svolítið stóru myndina. Hvað er, sem sagt, hvað eiga þessi gjöld, eða hverju eiga þau að skila og hvernig eiga þau þá að byggja frekar upp. En því miður að þá sjáum við að leið og það byrjað að innheimta, þá ríkið búið að draga úr fjárstuðningi við viðkomandi svæði. Þannig að sko þessi einlægi vilji í að byggja upp og tryggja þá þau þolmörk svæðana sem svo mikilvæg eru, það verður einhvern veginn svona að horfa heildrænt á það og það er það sem við höfum talað fyrir og viljum og út af því að það er nú nýkomin út stjórnarsáttmáli. Þar kemur mjög skýrt fram að þetta eigi allt saman núna að skoðast í góðu samstarfi við greinina og það ítrekað í stjórnarsáttmálanum. Við fögnum því sérstaklega og viljum auðvitað sjá það raungerast hratt og örugglega vegna þess að við viljum koma fram á ábyrgð og við eigum jafn mikið undir og stjórnvöld og almenningur í þessu landi að vel takist til. Út af því að við erum ekki að tjalda til einnar nætur. Auðvitað viljum við tryggja umhverfisleg þolmörk, félagsleg þolmörk og ekki síður efnahagsleg þolmörk til langrar framtíðar. Hvaða það er mikið talað náttúrulega gengismálin og áhrifin á ferðaþjónustuna. Hún er væntanlega töluvert skuldsett eftir þessa hröðu uppbyggingu sem hefur átt sér stað og við vitum það og svo eru kjarasamningarnir framundan og það mun hafa áhrif þar eins og líklega við annar staðar. Ertu bjartsýn eða svartsýn svona nánustu framtíð eða finnst þér þetta vera mikil hætta sem steðjar að greininni þegar kemur að þessum atriðum eða öðrum? Sko það er að mörguleyti blikur á lofti og þess vegna er svo hættulegt alltaf að horfa bara á fjölda ferðamanna. Þú nefnir þessa þætti sem að auðvitað fyrir ferðaþjónustuna sem útflutningsatvinnugreinin hefur verið mjög íþyngjandi. Það nefndir til dæmis fjárfestingar. Greinin sjálf fjárfesti í innviðum fyrir tæpa 300 milljarða á síðustu 3 árum sem er 25% af allri atvinnuvega fjárfestingu í landinu á þessum tíma. Þannig að hún er sannarlega búin að leggja sitt af mörkum til að tryggja uppbyggingu innviða. Hún er vinnuaflsfrek vissulega þess vegna hafa kjarasamningarnir verið mjög íþyngjandi og auðvitað hefur gengið haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna eins og aðrar atvinnugreinar þó að sem betur fyrir að það er svona aðeins búið að stabiliserast. Þannig að jú, það eru blikur á lofti en á móti kemur að þá finnum að það er svona menn eru auðvitað að bregðast við og leita leiða til þess að komast í gegnum stöðuna og það eru svona samrunar og samþætting í gangi og annað sem er kannski eðlilegt. Það er svona hagræðing. Við erum með í dag eru tæplega 3000 fyrirtæki í ferðaþjónustu. Það eru mjög mörg smá fyrirtæki. Þannig að það er mjög eðlilegt að við séum að fara kannski á þessum tímapunkti í vaxtarskeiðinu í gegnum svona hagræðingafasa. Þannig að maður auðvitað bara vonar að það takist allt saman vel til en á sama tíma verður þetta stjórnvöld að hafa skilning á greininni að vera þá ekki á sama tíma að horfa til einhverjar frekari öfgagjaldtöku eins og til að mynda að þú nefndir virðisaukaskattinn sem átti að vera viðbóta 20 milljarðar ársgrundvelli á greinina. Menn verða svona leggjast yfir hana og auka skilning sinn á henni og vera svo tilbúin að taka ábyrgð, stíga í stæðið, taka ákveðna stefnu og fylgja henni. Helga Árnadóttir, kærar þakkir fyrir komuna og gangi vel með þetta. Við verðum hérna aftur bara eftir örskamma stund, hann sest hjá mér, hann Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, við ætlum að ræða þessum peninga.